Það var bara datt út hljóðið, ég að laga það núna. Blessuð veriði, komið sæl og blessuð þarna á streyminu. Þá getum við fara að byrja þetta. Takk fyrir þolinmæðina. Þá ætlast Ég ætlaði bara að láta vita að þau sem eru á streyminu það að þeir taki á móti mæknum að segja nafni ykkar að því ég var að horfa á einn stjórnarfundinn daginn sjálfur og maður vissi ekki alveg hver var að tala þótt að maður þekki Í nýju félagsmiðstöðun okkar. Dagurinn í dag búin að fara í svona hreiðurgerð. Þið sjáu að það er myndir síðan á 2013 og örugglega líka, er það ekki úr Reykjavík, eitthvað sem var niður í bæ. Þetta er aftlegt að sjá þetta. Við ætlum að gera ýmislegt í dag. Og já, ekki bara byrja og svo að gera dagskrá. Já, Óttar ætla að vera með hugleiðslu. Hæ og velkomin í nýja félagsheimilið. Og eins og allavega ég heyri, kannski er ég svona bara með svo léleg eyru en það er dálítið skrítin hljóðvist inni ennþá allavega. Þannig að við erum kannski að allavega vera tilbúin til að segja eitthvað ef það er ég hef lent í því að hætta að heyra, að skilja orð inni. En allavega við erum sem sé búin að vera núna síðustu dagana á þinginu alveg á milljón. Fengum eiginlega leyfi forseta til þess að hlaupa yfir á milli atkvæðagreiðslna og það er væntanlega fundur hjá efnahags- og viðskiptanefnd núna vegna nýs máls út af aflandskrónum sem er verið að leggja fyrir þingið sem er ástæðan fyrir því að Gummi er ennþá niður frá og við þurfum væntanlega að fara aftur á eftir í kvöld bara strax eftir 9. Mér langar bara rétt aðeins svona út frá því að segja fréttir að sem sé í dag þá var endanlega samþykkt á þinginu ný heildarendurskoðun útlendir að stærsta verkefni mitt síðustu árin sem sé að lenda þeim málaflokki í þverpólitískri vinnu og með ekki allra nema 2 hjásetum á þinginu sem að fyrir mér er eiginlega ennþá hálf ótrúlegt og mér finnst að vera ákveðið merki vonandi það að pólitíkin veist og það svona þetta er eitthvað sem að blés mér dálítið í hjarta tilgang og tilætlun okkar í Bjartri framtíð með það er svo mikill frasi að segja ný stjórnmál en sem sé öðruvísi vinnubrögð og ég upplifi það reglulega allavega annars slagið að við séum að hafa áhrif hvort sem er beint eða óbeint og líka í sveitarstjórnum og kjarni sem mikilvægur fyrir mig og okkur sem erum að vinna og það er þessi kjarni sem við þurfum að
byggja á þessi grunngildi okkar ný stjórnmál, þessi grunngildi okkar, svona basic grunngildi frjálslynd, græn, mannréttindasinnuð umbóta stjórnmál sem að upp úr eða og ég hef svona tilfinningunum stundum við vorum stofnuð sem grasrótarsamtök þurfum í því, erum stjórnmálaflokkur en viljum líka vera grasrótarsamtök og nú náttúrulega að styttast í kjördag að því sagt við gerum ráð fyrir að sé kosið í október þó að sé ekki ennþá búið að gefa út kjördag og við þurfum bara hreinlega að girða okkur í brók, koma okkur áfram í það verkefni. Við höfum hist í vetur reglulega og þar höfum við rætt möguleikana, stöðuna auðvitað, af því að það verður nú að segjast að þessi stjórnmálaflokkur hann hefur ekki verið að slá í gegn í skoðanakönnunum síðustu mánuði og síðasta árið. Augljóslega eitthvað meiri háttar sem að við þurfum að gera til þess að kveikja á okkur og ég einhvern veginn svo fullvissaður að við höfum eitthvað í það en við þurfum að finna okkur betur. Og þegar við höfum verið að hittast í vetur og núna í vor og í kringum Panamaskjölin að þá höfum við verið staðfest á því að við höfum viljað halda áfram, reyna að fá stuðning í að breyta stjórnmálum og taka þátt í þessu. Og maður upplifði í kringum Panamaskjölin að það svo mikið í húfi einhvern veginn á Íslandi og það svo mikil þörf á því að á einhverju von betra samfélag og ég held að allavega mér langar til þess að taka þátt í því að vera afl sem að getur sýnt þá von og rétt hana fram og hjálpa henni til þess að fæðast. Hluti af því að kikka okkur af stað, að koma okkur kannski úr ákveðinni ákveðinni svona biðstöðu, allir á fullu inn á þingi í sveitarstjórnunum að vinna vinnuna, en einhvern veginn þeirra starfi og svo framvegis hefur verið þyngra undir fæti, hreinlega, að þá var þetta verkefni að finna pláss, að finna félagsmiðstöð. Ég nú svo heppinn að búa hérna til einhvern tíma núna, þá ætla ég bara hreinlega dálítið að flytja hingað. Og það það sem við höfðum fyrir kosningarnar 2013 á Barónsstígnum. Það það sem við höfðum í sveitarstjórnunum á kosningamiðstöðum og svo framvegis. Það var þessi staður þar sem við hittumst og einhvern veginn létum hlutina fæðast. Og það verður bara að viðurkennast að það hefur verið mjög misheppnað að reyna að nota starfsaðstöðu á þinginu fyrir þetta. Þannig að þetta eitt stór áfangi. Hinn áfanginn að bæta við starfsliðið okkar og með þá hugsun að kjós að ráða nýjan kosningastjóra sem að vinnur þá með Unnsteini og Valgerði að því að halda upp. Og hvað ég að segja, þetta eru hlutir sem við þurfum að gera. Við vitum að þarf þessi praktísku mál ofan á þessa hugmyndavinnu, pólitísku gerjun sem að þarf að gerast og gerist á milli okkar og í samtali og síðan ofan að vekja okkur athygli og reyna að, maður á ekki að segja selja þessi gildi okkar, en kynna þessi gildi okkar og reyna að vera trúverðug fyrir þau, vera trúverðug í kosningabaráttu. Og það þann framöndan.
Þannig að, en mér langaði fyrst og fremst bara að segja ykkur af þessari stöðu sem þetta á þinginu og það búið að vera núna síðustu daga náttúrulega alveg brjálæðislega. En þarna slatti af málum sem hafa verið að fara í gegn sem sé í bara ansi mikilli sátt. Núna áðan var verið að klára, ekki satt, atkvæðagreiðslu sjúkratryggingar sem sem sé breyting á kostnaðarþátttöku í sjúkrakerfinu og með mjög góðum breytingum á því máli á síðustu metrunum og Sigrún Gunnars var náttúrulega búin að vera okkar manneskja í starfshópnum sem að þarna kom því verki af stað. Já, dæmin eru þarna, þetta hægt en trikkið kannski hvernig gerum við það vinsælla aftur. Ég ætla ekki að hafa það lengra, ég bara áfram með fundinn og yndislegt að sjá okkur öll og við lærum á þessa hljóðvist. Hæ. Heyrðu, já, mér fannst Óttar fara bara mjög vel. Eiginlega, allt. Heyrist í streyminu? Varstu búin að fá skilaboð? Ok, já. Félagsmiðstöðin sem hugsuð fyrir okkur til að hittast meira, sem hefur verið, eins og hann segir, svolítið erfitt í lokuðum dyrum, þar sem þarf að fá vaktmenn til að opna og svona. Þannig að vonandi verður bara fjör hér. Og eins og hann sagði, einn liður í því að starta þessu og svona setja aðeins meiri kraft í þetta var að kosningastjóra sem ég ætla að kynna til leiks og hún heitir Helga Sigrún og hún hér og framkvæmdastjórn hugsaði það bara eins og kosningastjóra gera, hugsa það sem framundan og vera með verkstjórn á því sem framundan. Í rauninni sjá til þess að frambjóðendur og stefnan okkar og allt fá að skína. Hennar starf snýst ráðin hérna eins sem pólitíkus eða í framlínu, heldur fyrst og fremst til að sjá pródúksjónina sem kosningar og allt sem því fylgir. Þannig að þetta tímabundin ráðning til 6 mánaða. Þeir sem ekki vita þá framkvæmdastjórinn okkar að fara í fæðingarorlof seint í sumar, vonandi. Og það var ákveðið að ráða kosningastjóra sem hefði reynslu í framkvæmdastjórn til þess í rauninni að leysa framkvæmdastjóra af, það meira framhaldið. Við vitum í rauninni ekkert meira en október, þó við ætlum okkur stóra hluti. Já, ok, hæ. Þannig að þannig var það hugsað og við í framkvæmd með þessa ráðningu, það er ekki auðvelt að fá fagmann mánaða til að taka þátt í þessu starfi og það þarf líka hugrekkamannesku til að stíga inn í þetta verkefni sem framundan og það er mannesku sem hefur trú á verkefninu og við teljum okkur að hafa fundið þá mannesku. Ánægð með, við höldum þetta allavega, ég ætla bara að leyfa henni að kynna sig sjálf. Gjörðu svo vel, Helga. Nei, ég veit, ég vissi það. Já, takk fyrir það, Brynhildur og Óttar. Ég heiti Helga Sigrún og ég elst 4 systra, fædd og uppalin í Njarðvík. Ég á eina 30 dóttur sem eignaðist 4. barnið sitt. Þannig að barnabörnin eru sko nýfætt, 1 árs, 2 ára og svo 10 ára. Ég var gift manni sem veiktist á krabbameini og lét í lægra haldi þeirri baráttu fyrra. Þannig að ég búin að sjá hlakka til að heyra þér Sigrún með það. Nú, ég hef verið lögfræðingur og framkvæmdastjóri höfundaréttarsamtaka undanfarin 5 ár þar sem ég að vinna fyrir STEF, Myndstef, rithöfunda, bókaútgefendur, blaðamenn, hagþenki og samtök tónbókaútgefenda. Ég hef líka verið verkefnastjóri á Impru, nýsköpunarmiðstöð, þar sem ég leiðbeindi frumkvöðlum skeiði gerð viðskiptaáætlana. Unnið við atvinnuráðgjöf hjá Markaðs- og atvinnumálaskrifstofu Reykjanesbæjar, ég hef rekið ökuskóla og unnið sem prófdómari í bílprófunum. Og svo hef ég unnið sem fulltrúi á lögnáminu. Þannig að og já, ég var skrifstofustjóri þingflokks Framsóknar í 3 ár og sat á þingi fyrir flokkinn í 5 mánuði.
frá nóvember 2008 fram í apríl 2009. Ég þrátt fyrir það sem að margir kunna halda, ég er mjög þakklátt fyrir þann tíma, vegna þess að ég lærði mjög margt. Ekki síst það hver ég vil ekki vera. Ég vil geta lagst átt við sjálfa mig og þá þess vegna sem ég hætti og hef ekki komið nálægt neinni pólitík síðan. Ég hef reyndar fylgst með Bjartri framtíð. Ég hef verið skráð í flokkinn, ég hef samviskusamlega borgað gjald mánaðarlega, en að öðru leyti ekki komið nálægt neinni pólitík fyrir en mjög nýlega, það var í lok mars eða byrjun apríl sem að ég var beðin málráð í Kópavogi, kjölfarið síðan í stjórn Reykjanesfólkvangs. Þannig að ég þar núna og nýverið búin að sitja nokkra fundi. Nú, reynslan af heilbrigðiskerfinu síðan í fyrra, ásamt því sem ég lærði af samvistum mínu við framsóknarmenn, færði mér þá sýn að við þurfum betra fólk til að stjórna og við þurfum aðra forgangsröðun. Þess vegna er ég hér, með ykkur, af því að þetta litla þorp Ísland þarf bjarta framtíð. Það er bara þannig. Innan bjartra framtíðar er fólk sem að tekur stöðu með áfram ólíkt því sem við sjáum í mjög mörgum öðrum flokkum. Það tekur ábyrgð á sjálfu sér og verkum sínum og hugrekki, skynsemi og traust er það þess fólk sem hefur tekið að sig þessum flokki. Og það er eftirspurn eftir þessum gildum í samfélaginu og það er líka eftirspurn eftir fólki til þess að fylgja þeim eftir. Ég held að fylgi Guðna TH sé til dæmis til marks um það að það er mjög þessum gildum. Það eru mjög margir vegvísar í samfélaginu þegar fólk er spurt og það hvernig umræðan hefur verið. Það eru mjög margir vegvísar sem að beinast að okkur, en fólk veit bara ekki ennþá að björt framtíð er áfangastaður. Og við þurfum að kortleggja fólk. Og það verður mjög mikið starf að kortleggja þessa leið. Sóknarfærin eru mjög mörg. Leið og listar verða settir saman, sem ég veit ekki alveg hvenær verður, en vonandi er ekkert mjög langt í það. Einhvern tímann í sumar væntanlega, að þá leysist úr læðingi mikil orka sem að okkur síðan áfram þessa götu. Málefni og markhópagreining þarf að hefjast sem fyrst líka og við þurfum að skipuleggja saman þetta verkefni. Ég geri það auðvitað ekkert ein, við þurfum að gera það saman og setja saman áætlanir og plön, jafnvel í Excel, sumarið og svo verðum við bara tilbúin að vinna dag og nótt þegar haustið færist yfir. Og kjósendur fara að leita að sínum áfangastað sem að þeirra ennþá vita ekki að er björt framtíð. Mig langar til að vinna því að við komum fram sem ein heild þar sem að við nálgumst verkefni með ábyrgð og skynsemi og hlýju. Vegna þess að slíkt felur í sér einhvers konar fyrirheit bjarta framtíð. Ekki. Takk Helga. Þetta er Brynhildur hérna aftur. Við ætlum núna bara að gefa orðið laust. Við allavega settum á dagskrá við myndum tala kosningaáherslur eða komandi mánuði og það er auðvitað frjálst að tala en settum á listan til þess að einfaldlega líka fá input úr stjórninni fyrir það mikla verkefni sem er framundan. Við hittumst alltaf á 2 mánaða fresti og það náttúrulega liggur ljóst fyrir allar dagsetningar í rauninni fram í september held ég, en við munum örugglega nýta tíman og hittast oftast, af því að nú erum við komið með félagsmiðstöð og eitt af verkefnum Helgu Sigrúnar er að sjá að þessi kosningaskrifstofa sé opin fólki og að við tökum vel á móti fólki. Hún gerir það auðvitað ekki ein, það eru auðvitað Valgerður og Unnsteinnir hérna og svo verðum við hinn væntanlega hérna líka. Já, og svo sér og henni að bara algjörlega tölum það sem við viljum, en svona það væri rosalega gott að fá út úr þessum fundi einhvers konar leiðarljós inn í þá vinnu sem er framundan. Valgerður ætlar að vera með mælandaskrá, það verður greinilega, og með Mike. Hvað vil ég hafa mikið? Hvað vill fólk? Hvað vil ég? Segðu til.
höfum við ekki verið með 3? Ekki 2 svolítið lítið? Við höfum verið með 3. Okay. 3. Og bara tölum frá hjartanu, segjum það sem í okkur býr. Það betra, held ég, að tala saman hér, heldur en á Facebook. Facebook líka, en ég held að það sé gott að nota tíma til að tala saman hérna líka, í kjötheimum. Og bara orðið laust. Hæ, ég heiti Björt og mig langar að tala það sem að ég opnaði á Facebook sem var sem voru næstu kosningar og verði í október og ég var aðeins að tala það þar hvernig ég sé þetta fyrir mér. Ætla kannski ekki eitthvað að endurtaka mig, en sko svona í grófu dráttum að þá á bjartri framtíð og að við eigum erindi. Við þurfum að vera samt betri en við erum í dag, út af því að við erum ekki að mælast nógu hátt. Ég hef líka full að trúa því að við getum það, en það svolítið. Og við þurfum það er mín skoðun, við þurfum svo ég vindi mig bara beint í það, mig langar að taka þátt í því áfram og býð mig fram í það, en mér finnst skipta máli hvað við erum að fara að gera. Að nýta mér afstöðu mína, sem að allir hafa hér auðvitað, eða sem meðlimur bara í bjartri framtíð. Og ég lagði til að, og hef lagt til að við búum til einhvern galdur til þess að skera okkur úr, því að núna erum við ekki nýr flokkur lengur. Við fengum heilmikið út á það og það var flott, en við erum bara búin að vera þarna í 3 ár og við heitum líka og við þurfum aðeins að sýna einhvern veginn af hverju fólk á eins og staðinu núna myndum við ekki komast inn á þing. Og það mín skoðun að til þess að það megi vera, þá þurfum við að búa til og ég legg til að það sé með konur í efstu sætum. Konur í öllum efstu sætum. Það ekki út af því að mér lítist ekki á kallana, síður en svo. Þeir hafa staðið sig ótrúlega vel. Bæði sveitarstjórnum og líka inn á þingi og ég veit að kannski finnst einhverjum erfitt að heyra mig til út af því að þá ég auðvitað að leggja að við sem að fara að taka af köllunum sem eru nú þegar í fyrsta sæti og þeir hafa gert margt mjög gott og það hefur verið gott að vinna með þeim, þetta snýst ekkert um það. Það er mín skoðun að ekkert af okkur kemst aftur á þing. Til eitthvað sem að togar. Ég vil fá ekki bara 6 manna þingflokk eða 7 manna. Ég vil að við séu 12. Ég vil að við koma þessum númer 2 eru þá kallarnir. Ég sé að þannig fyrir mér. En mér langar að við ræðum þetta. Nei, nákvæmlega. Þannig að ég fer aftur. Nei. En mér langar bara að fá umræðu þetta og mér langar að hafa mjög skýrt að ég sjálf þarf ekki að vera í fyrsta sæti. Ekki frekar en kallarnir sem að myndi þá víkja. Þetta sem að fólk sér fyrir sér sem að getur láta okkur skera. Mér langar að fá einhverja hugmyndir það og umræður það. Eða hvað þið segið hvernig við komumst aftur á þing. Var einhver annar komin að mæla þetta skrá? Eva? Hæ, ég heiti Eva og Eva Einars í Reykjavík, sveitarstjórn. Þarna, ég er mjög góð í að tala sko allavega með vinkonum mínum og mörgum öðrum, en mér hefur þótt aldrei erfitt að tjá mig kannski stundum á til dæmis á Facebook. Þannig að ég frekar ákveðið að segja minna núna í þessari viku sem leið, bara hlakka til að hitta ykkur.
Það margt búið að fara eins og svo margt að við höfum verið bara kannski ekki alveg sammála eða ekki á sömu línu og það bara, og mér hefur þótt það mjög þroskandi, mér finnst það mjög þroskandi fyrir mig, mér finnst erfitt að takast, allir ekki sammála og ég búin að fara í gegnum marga tilfinningar í vikunni frá því að hætta, erum við hér og þarna, og enginn að mynda okkur og mér finnst bara umræðan búin að vera bara nauðsynleg. Ég í framkvæmdastjórn fyrir þá sem ekki vita. Ég fór í framkvæmdastjórn, ég ekki nógu tengd og ákvaða við framkvæmdastjórn til að gefa minn tíma oftar og kynnast meira og heyra fleiri raddir. Nú og það sem að gerist að við erum komið með, það sem gerist að framkvæmdastjórn óskar eftir, ég ræðist bara strax í Bleikafílinn, þarna í einhvern öfn og þarna ég er búin að vera mikið erlendis þannig að ég svo sem í framkvæmdastjórn fannst bara frábært mál að allavega taka okkar nýjan kosningastjóra í viðtal og það eina sem ég sagði að sjá hvað þessi kona, en ég sagði að hafa okkar hjarta og ég veit ekki, ég treysti Óttari og Brynhildi í því ef þau myndu finna einhvern hjörtun slá saman, þá væri ég til, en ég var samt alveg svona lögfræðingur, eitthvað, veit ekki, og virka boksuð, en það sem hún hafði gert, tengt nýsköpun og atvinnumálum og öðru, fannst mér aftur mjög spennandi. Pólitíkinn pældi ég ekkert mikið í, en það finnst mér við alltaf að vera þannig og gefum okkur fyrir það að það á ekki að skipta máli. En svona hefur óþægilegt að vera að tala svona mikið saman á netinu í vikunni. Mér er þótt það mjög óþægilegt og stundum hljómar eins og einhversu ásaka hvort annan og jafnvel gerði einhverju það, en ég bara vildi bíða þangað til við værum hér. Og mér fannst mjög margt réttmætt koma fram og á þriðjudaginn ætlaði ég að hætta og ég grét og ég talaði við Eldar og ég var bara eitthvað glatað. Ég er allt á vinstri sinnuð fyrir þennan hóp. Ég man fyrsta daginn minni í besta flokknum, þá sagði ég ætla að vera hérna af því ég hef staðið með ættingum mínum hjá mæðrastyrksnefnd fyrir jólana og í mat. Ég bara reyna, það var akkúrat á þessum, það er fyrir 6 árum síðan. Og núna, svo, mín gildi ekki heima hérna. Mér fannst einhvern veginn að því allir voru að metast hver var hvar og allt í lagi, af því að við dag og svo gráta einn dag og hlæja hinn daginn. Og svo vaknaði ég næsta dag og ég bara, heyrðu, ég get víst að hjálpað einhverjum sem að standa í röð í mæðrastyrksnefnd eða hvaða nú af því það er ekki vinstri eða samfélking eða besti flokkurinn, það er eitthvað sem við viljum breyta. Mér finnst við mættum tala meira það, en ég bara svona til að ljúka því að ég var ég fekk svona pínu bara að því að netsvið, en ég síðan hugsaði samt að orðið belg hefur mér alltaf þótt og þess vegna hlakkaði ég til og ég var ekki kvíðin að koma að fundi í dag, heldur hlakkaði til að því ég veit að hérna í kvöld göngum við út, kannski fáleðari, ég veit það ekki. En mér fannst þetta ekki ásfyrir Við vorum stofnuð eins og kom hérna fram áðan hérna hjá honum Óttari
með allt önnur gildi í huga og því miður þá hefur þetta ekki verið bara síðasta árið, alveg frá því bara í júlí, ágúst og síðasta árið hefur þetta verið frekar daburt, það verður bara að segjast alveg svo er. Og við höfum ekki náð að vinna út úr því, verðum að vinna út úr því. Þegar ég hef trúað þessu afli og við höfum gert inn á þingi mjög góða hluti þó að við höfum ekki verið að fá mikið klapp á bakið, hérna, það bara þannig. Og við höfum verið að birta greinar og halda ræður og það ekki mikið verið að líka og deila því inn á okkar svæði. Og við erum með 180 manns inn á okkar svæði sem hefa allir deila, þá eru fleiri 1000 manns að sjá þetta. Þetta er aldrei deilt. Og maður velti fyrir sig, hvað engin áhuga á þessu við erum að gera? Erum við bara vonlaus? Segið það þá. Segið það bara við mann hreint út ef við finnst maður að vera vonlaus í þessu. Ég veit að ég hef lagt alla mína kraft í þetta eins og ég get og ég takmarkaður, ég er galla, ég er langt frá því að vera fullkominn, en ég get þó alveg stoltur labbað út frá þessu og sagt að ég lagði mig fram. Og það er það sem við eigum hellingserindi inn í íslensk stjórnmál og við höfum sýnt það. Við höfum bara sýnt það með því bara öll í þingflokknum, með því hvernig við vinnum og hvernig við komum fram við fólk, það bara ekki tekið eftir út á við. Að kláma netinu, þeir eru voru þessar vinsælir. Hver djöfulinn hafa þeir gert meira en Björt Framtíð? Bara akkurat ekki neitt. Akkurat ekki neitt. Þetta er algjörlega sundurlaus her þarna inni. Og ég get alveg lofað ykkur því að þá eftir að margir að skella hurðum í Pírötum fyrir næstu kosningar því að þeir fá ekki sínu framgeng. Vegna sem að tekur mjög vel eftir hvernig pólitíkin virkar á Íslandi. Björt Framtíð hefur þó, þingflokkurinn þrátt fyrir þessi áföll, starfað heill saman núna í vetur. Og við höfum stutt hvort annað. Við erum ekkert fullkomin. Og það höfum gert ótrúlega mikið af mistökum. Ótrúlega mikið. En við erum að læra. En það er ótrúlega erfitt að starfið þingflokki ef að bakland ekki með manni. Maður verður að fá stuðning og maður verður að finna manni sér traust. Ef maður finnir ekki fyrir trausti og hefur ekki traust, þá er þetta alveg vonlaust. Traust er lykil þáttur í mannlegum samskiptum. Og það á aðeins með Bjartar Framtíð. Og við verðum að hreinsa andrúmsloftið áður en við förum hérna í kosningabaráttu. Af því að ég vil meina það að við eigum að halda áfram og við eigum að reyna að lifa þetta af vegna þess að við höfum alveg ótrúlega mikið að segja. Og ég er í velferðarnefnd og við vorum síðustu 2 vikum 5 stærstu mál ríkisstjórnarinnar á einu áliti. Og ég ætla ekki að segja það sem mér að þakka. Og það mitt framlag þar var ekkit rosalega mikið vegna þess að ég hef ekki hundsvit og lögfræðið öðru. En ég kom inn með góðan hvatti fólk til samstöðu og til að leita lausna. Og það er það sem pólitík snýst um. Það er að leita lausna í sameiningu. Það er það sem Björt Framtíð var að boða. Í stjórnmál. En við verðum að hreinsa út. Já, ég heiti Róbert. Það sem að mér finnst skipta máli, mér finnst þessi hugmynd en að Bjartar vera bara góðra gjaldaverð. Mér finnst hún einmitt vera svo tegund af hugsun sem að þessi hópur þarf á að halda. Það er að segja að hugsa bara í svolítið svona nýjum nálgunum. Að því sögðu þá náttúrulega var ég þátttakandi í því að reyna að fá konu í framboð einmitt í Suðurkjördæmi fyrir síðustu kosningar og það, ég er ekki alveg að sjá fyrir mér að það muni ganga neitt betur núna. Og ég sé líka að Páll Valur er búinn að vera eins og landafjandi í því kjördæmi sem er gríðarlega víðfeðmt og hefur eitt miklum kröftum í það og ég sé engan til þess fallinn til þess að leiða okkar flokk í því kjördæmi sem ég þekki mjög vel til í sjálfur hafandi verið þingmaður þar áður. Þannig ég vil bara segja það, en sterkur feminískur presens í frontinum og í meirihluta oddvitana og og svolítið svona aggressífur feminismi er bara eitthvað sem að ég held að við séum slíkur svona grunnur í okkar hópi og við eigum að presenta hann og presentera hann út á við og ég held að það væri mjög gott fyrir okkur að vera með svolítið mikið af ungum konum í frontinum og þá kem ég að því sem að mér finnst skipta mjög miklu máli, það er bara að fá nýtt blóð í þennan hóp. Og þess vegna þarf nefndin bara að koma með þessi andlit og koma með þessi nöfn og það þarf að búa til þessa hópa sem að gera þetta og það eru frambjóðendahóparnir og listarnir sem að keyra svona kosningabaráttu. Ég meina við vitum það að það er svona fólki sem að mun vinna aðrir sem að eru í kjarnanum og í stjórninni auðvitað koma og gera eins mikið að geta en þeir sem eru í framboði, þeir sem eru í efstu 5 sætunum þeir eru blóðið í svona kosningabaráttu. Það vitum við.
Ég bjóða Helgu Sigrúnu sérstaklega velkomna, bara vertu velkomin í okkar hóp og í þetta starf og ég bara vona að hópurinn taki henni vel og það skiptir líka rosalega miklu máli ef við gerum það. Menn geta haft alls konar skoðanir á því hver ráðinn í hvaða jobb, en á endanum það þannig að það búin til ákveðin ferill til þess að gera það og það ákveðin hópur sem hefur það verkefni og maður verður bara að segja já, það flott, svona verður þetta. Og meðan maður ekki með þetta verkefni sjálfur. Það bara svoleiðis. Þannig að eins og þið vitið þá hef ég ákveðið að gefa ekki kost af mér og það bara vegna þess að mjög þá hef ég staðið mig að því að vera horfn gluggann og láta mig dreyma að vera annar staðar heldur en það sem ég er. Það bara eitthvað sem ég ætlaði svona að gera fyrir síðustu kosningar en eins og þið vitið þá gekk ég til þessu því. Mér finnst það frábært. Ég mjög ánægður að ég skyldi hafa gert það en ég er líka mjög ánægður að vera að fara að hætta. Bara líta á þetta eins og við höfum talað þetta sem svona ákveðna tegund af afplánun og eins og segir í laginu með Queen I've paid my dues. Það bara time after time. Done my sentence, committed no crime. Og ekki gert annað en að bara vera ánægður með mína aðkomu að þessu. Alveg sama þó einhver segi að það hafi verið einhver samfylkingarþingmaður og samfylkingarblæðir. Maður verður stundum að standa með sjálfum sér í þessu jobbi. Ég er búinn að flytja hellinga mjög góðum málum. Ég var þingflokksformaður fyrir þennan flokk í 2 ár og ég er oddviti þessa flokks í stærsta kjördæmi. Það bara að taka það með í reikninginn og ég er bara ánægður með það. Það var ekki búið að setja neina reglur á tvískrá, þannig að því að það er svo fáir á mælskrá, við erum aftur orðið. Þannig ég það sé að það var bara einn annar á mælskrá. Já, hæ, þarna Eva aftur. Þarna, ég mun ekki vunað til að babla svona mikið, þetta bara niður vika. Að bæði kannski komið fram eitthvað að væri mislukað hjá okkur, gengið okkar núna og því ég ekki alveg sammála, því ég held að það sé kannski bara fair, eða þú veist, með við nýjan flokk og ef við miðum okkur við önnur ný framboð og þá þetta og bara the only ways up. Hitt að mér finnst við okkur alls ekki hafa mislukast síðan í haust þegar við tókumst á við mörg erfið vandamál saman og mér finnst við hafa náð krafti. Það sem ég held að bara sé og enginn okkar núna og ég held að allir geti tengt við, ef þið setja ykkur bara í spor þess þegar þið eruð heima og það er mikið að gera og segjum að það eru 2 fullorðnir í heimili og börn og annað og það er brjálað að gera. Hvað gerist? Að börnin verða óróleg og það verði samskipti milli mín og barnanna mína þrætum við meira og það einhvern veginn verður ekki ró og hjónin hlaupa út og inn og einhvern veginn það verður ekki, maður næri ekki þessu samtali og mér finnst það algjörlega það sem ég held að sé að hrjá okkur að þegar við hittumst þá fæ ég alltaf þegar við hittumst en það bara nú erum við komið með kosningaheimili og við erum komið með mömmu og pappa sem heitir Helga Sigrún og ég bið hana innilega velkomna, ég skammast mér svo ég glemdi að segja það en mér finnst ekki, ég er ekki sammála alveg Palli að baklandið okkar hafi mislukast eða svoleiðis og þegar þið voru undirbúin út frá bylgjunni sem kom frá okkur rétt á undan Panama, þá var komin styrkur í okkur. Hvað gerðist? Málið kemur upp og þið gripu boltan að þið voruð búin að tengja ykkur betur saman. Það er ekkert öllum sem tekst það í svona litlum hópi að fara í gegnum krísu, komast í gegnum hana og verða aftur náin. Og við getum það einhvern veginn aftur, þannig að þið þreytt í hverju sínu horni. Þú veist, þetta er bara eins og, já, eins og ég segi, fjölskyldan sem er alltaf að hlaupa inn og út og næri ekki alveg að tala saman, tengjast. Þannig að ég tel að við hér í heimilinu erum að fara að tengjast betur.
Halló, halló. Þessa kvöldi, ég heiti Guðlaug. Það er svona spurning hvernig maður á að byrja. Það ágætt ég var að lesa bloggaralsdóttur daginn að lýsa þreytu sinni á því að sífellt andspænist því að velja á milli frambjóðanda sem hún sæi ekki sjálfa sig í. Það út frá þeim nótum sem að viðbrögð mín komu núna í þessari viku því ég er búin að horfa á það og finna það í marga mánuði að sjá og ég sé mjög margt fólk sem að ég sé sjálfa mig í hætta að sjá sjálft sig í bjartri framtíð og sko það sem ég var að reagera á first impression, myndrænt, gott feeling. Við sátum mörg hlið við hlið í listasafni, hvað nú heitir hérna, Reykjavíkur. Opnum á mjög svipum tíma statusinn frá þér, Brynhildur. Og það kom svona hjá mjög mörgum. Og ég hugsaði, sko, fyrsta sem ég hugsaði var, ég hef mjög oft sagt eitthvað þarna og ansi oft fengið svona bara suss, ekki þú vera að tala. Og oft fær maður, ég segðu meira að þvitið, en í þessa átt nei, hér allir að reyna að sofa. Þannig að ég ger ekki neitt. En hins vegar þá svona, ég byrja nú að hringja síminn og koma meldingar og segja bara, hvað er nú að gera í mínu nærumhverfi? Og förum við nú bara svona að kenna okkur málinn og ég sendi nú þér örugglega skilaboð bara þar sem ég satt á þessu málþingi bara vá, ég skildi ekki. Ég skil ekki þessi skilaboð. Og það var margt í þeim, það er ekki persónulegt til þín. Ég veit nefnilega við hér sem hópur, þolinmóð og að gefa hinn sénsinn, annan séns og segja, byrju, ég veit þú varst að gera eitthvað mjög frábært, segðu mig bara hvað það var, svo ég geti skilið það. En tilfinningi mín er svo að ásýnd okkar utanfrá hefur ekki þetta, byrju, ég held að sé að gera eitthvað snudd, hlustum aðeins betur. Sleggju. Og það var það sem ég reagerði á. En já, svo er það sem sagt, og það satt svolítið í manni líka vegna þess að þegar var sagt að það þyrfti að fara í auglýsingu, það var sagt við þurfum á því að halda að fá eitthvað sem sér okkur utanfrá. Við getum ekki haft eitthvað sem er hérna með okkur, við erum að fá eitthvað utanaðkomandi. Og ég svona er að nota þessi ytri gleraugu, hugsa sko, þegar byrjar að googla og kíkja og sjá og hugsa, það ef við lesið það sem ég hvað er í Googlið. Erum við búin að hugsa þetta til enda? Ég ykkur að athuga það, ég sendi sem sagt, ég allavega reyndi og er að reyna að vinna eftir if you like us, tell everyone, if you don't like us, tell me, þetta er kínverska komdu til mín eða vandamál, segðu heiminum ef þetta er frábært. Þannig að fyrir því að mér fannst þessi opni fundur hér ekki vera staðurinn til að koma með einhver svona moment. Heldur það fyrirfram og þá til við það að ímyndin sem að skall á okkur í þessum pósti yrði öðruvísi sett fram þegar hún færi út. Það væri allavega búið að koma ein reaksjón sem segi bara holy. Og ég horfði þegar þessi dag var liðinn, þá voru 108 búin að sjá hennar statusinn á stóru BF síðunni. 4 komment sem voru öll mjög jákvæð. Og einn róttæklingur dagur var úti. Og svona bara, en eins og segi, þegar ég fór að lesa sko, Fjallagrös ekki á Suðurnesjum, hitt og þetta, og það eru verk. Það er ekki persónuleiki eða annað, það er bara, þetta er eitthvað sem maður gerir, internetið gleymir ekki.
og þykir leitt að fólk persónugeri og auðvitað verður það þannig, þetta fjallar fólk. En var ég meðhundla oft þrimla og þegar maður potar í hann þá var fyrsta viðbröð farðu með puttan, þetta er vont, ekki gera þetta. Og það voru mjög þannig viðbröð sem komu. Hvað ert þú að gera hér með puttan þinn, farðu með hann. Ég var hins vegar á einhverjum þrimli, allavega í mér og ýmsum öðrum. Og þeir heita triggerpunktar. Þeir senda verkið þetta, þannig að ég hugsaði eftir á þetta mjög svipur reynsla á það. Tek undir mig ég fælist, ég hringi oft í fólk og segi, getur þú sagt hvað hann svaraði mér á Facebook? Ég get ekki lesið þetta, ég er svo átakafælin, en mér hefur ekki liðið illa með þessi samskipti. Mér þótti, þau eru ömurleg, en þau hafa verið lærdómsrík og en samt hef ég þórað að lesa þau og ég kveð ekki fyrir að koma hingað. Ég heiti Brynhildur og hef það ótakmarkaðan tíma hérna. Ég vil nú bara segja að ég tek undir með Helgu og Sigrún og ég held að við séum öll sammála það er mikilvægt að menn fara að stilla upp listum hið fyrsta. Þannig að við sjáum bara hverjir og þeir sem verða í framlínunni viti það. Þetta er bara að fara á fullt í þessa baráttu. Ég vil nú kannski tek ekki undir með Palla varðandi, ég er stuðning úr baklandinu. Ég hef fundið mikinn stuðning úr baklandinu en það ég sem líka. Þegar ég hef haft samband við hvað það er þá kannski helst framsóknarklíkan og kannski Sigrún og fleiri sem er að bera málinu undir, mér finnst alltaf vera stuðningur og mér finnst líka vera alveg klapp á bakið og svoleiðis. Og ég held að Facebook síður hjá mörgum eru þannig að fólk er bara ekkert rosalega mikið að deila frá öðrum, þannig mér finnst kannski ekki takt að gera þá kröfu, en ég skil hvað Palli er að tala það er kannski meira umræðunir en á Facebook held ég, einhvern veginn, en við erum bara í starfi á góðum launum og ég ger enga kröfu eitthvað halleluja frá einum né neinum, Þannig ég vildi bara segja það. Varðandi ráðninguna, þá finnst mér í rauninni ótrúlegt að hafa náð að ráða manneskju með þetta CV í 6 mánuði til þess að taka sér þetta verkefni. Ég er bara þar og mér gæti ekki staðið meira á sama hvort að kosningastjórinn okkar var einhvern tíma í einhverju öðrum flokki og sirka hvað hann sagði. Ég hef aldrei vitað hverjir eru kosningastjórar fyrir flokka þegar ég er bara kjósandi þarna úti. Það hefur ekki verið neitt að spila inn í eitthvað ímynd einhvers flokk og kosningastjórar, hverju voru kosningastjórar Norðausturkjördæmi síðast þegar ég var í baráttunni og var alltaf að hitta þá. Þannig ég held að ef ég ætti að hafa áhyggjur þá væri meira áhyggjur að því hvernig okkur tekst að manna listana. Þar fara mann raunverulega að googla og segja fyrir hvað stendur þetta fólki. Það er fólki sem er að fara inn á þing. Við þurfum bara einhverja manneskju hérna sem að brotnar ekki þegar álagið verður hvað mest. Og við í framkvæmdastjórninni vorum þess fullviss að Helga Sigrún væri þessi manneskja. Og mér þykir bara leiðilegt hvernig þetta byrjar allt saman, en það er líka þannig í þessu flokki við erum svo sem átt hreinskiptar umræður og því ber kannski bara líka að fagna. Ég vil átaka fælnari en Gulla því að það fyrir bara mig þegar ég lesi eitthvað sem mér finnst vera ókurteist. Og sem gera kannski verkum að ég er ekki alveg nógu góð pólitíkus því að ég ætla að fara upp í pontu og drulli við Ragnheiði Elínu og svo þegar Hólminn er komið þá bara get ég það ekki. Af því að bara minn þröskuldur á því hvað maður segir við annað fólk er bara kannski frekar lár. En ég held þessi rétt sem Palli segir, mér finnst að við þurfum að moka skítnum út og við þurfum að einhvern veginn horfast í augu við þá hvað er vandamálið. Fókusin er rosalega mikið á þingflokkinn finnst mér, en það eru líka alveg sveitastjórnir og ég hef aldrei verið eitthvað að skipta mér að hvað sveitastjórnir er að gera eða þó að ég sjá stundum eitthvað sem ég hefur storkað tvímælist þá er það bara, þetta er ekki mitt mál einhvern veginn. Þannig stundum finnst mér við vera að svara rosalega mikið fyrir hvað við erum að gera, skiljið þið, en ég er bara þar að við verðum bara að treysta, fólk er bara, Hafnarfjörður að eiga við ömurlegan minnihluta og ég veit ekkert hvernig það er, eða hvort ég myndi tækla það öðruvísi eða ekki, ég bara treysti ykkur í því. Mér finnst við svolítið þurfa bara, kannski svo Robbi segir, treysta framkvæmdastjórninni sem að sá þessa ráðningu,
Hefðu við geta gert það betur með því að bera það undir? Já, eflaust, kannski. Einn póstur á stjórnina, það þá bara lærdómur í því. En þú veist, mér fannst þetta mjög leiðilegt eins og Evu og ég bara var búin að skrifa 1000 sinnum eitthvað sem ég eyddi bara því ég vissi ekki hvernig ég ætti að fara inn í þessu umræðu. Mér finnst verið að fara að draga framsóknarmennina inn í þetta og ég segi bara pláss fyrir alla í bjartri framtíð, fjölbreytileikinn, gamlir, ungir, við erum einsleitur hópur þannig að bara, þú veist, bara fleiri sjálfstæðismenn og fleiri gamla koma og þú veist, það gerir okkur bara sterkari. Theodóra heiti ég, Kópavogi, sveitarstjórn. Mér finnst við gera svolítið mikið af því að greina okkur sjálf og við erum óbærslega mikið að pæla í því hvernig við erum, hvernig við komum fram og við erum búin að fara í gegnum alls konar krísur svona síðustu 2 árin og kynnst náttúrulega vel líka og var í gegnum súrt og sætt. En það einhvern veginn núna, ef ég tala bara fyrir mig og þá er ég ótrúlega bjartsýn á þennan hóp þrátt fyrir allt og ég tek þetta ekki mjög inn á mig þegar það kom svona samskiptin á Facebook. Ég veit ekki, tek það ekki allavega bara, jú, þetta er bara viðhorf, mér finnst ekki alvarlegt þó að þú veist þessi samskipti voru ekki þannig að þau voru einhvern veginn skaðleg en það auðvitað alltaf betra að já ég veit ekki hvort það sé betra að tala saman í kjötumum eða gera það á Facebook, við bara kannski lærum að því. Að minnsta kosti þá er ég og við í Kópavogi, við erum allavega það gengur vel hjá okkar mati að minnsta kosti og það er það sem mig langar líka til að segja við erum líka alveg með erfiða minnihluta og það sem ég vil líka segja er að það er við erum búin að afgreiða ótrúlega mörg erfið mál hjá okkur í Kópavogi, mörg þessara mála voru reynd á síðasta kjörtímabili og þið munið hvernig síðasta kjörtímabili í Kópavogi var. Það voru vond vinnubrögð, vond samskipti og ég er búin að fara inn í einhvern veginn svona mál sem að ég hef ekki trúað í að væri til í stjórnsýslunni og í pólitíkinni almennt og ég er náttúrulega í sporum Gunnars Birgissonar í flestum embættum. Þannig að ég er bara í sætuna yfirleitt allstaðar og ég hef verið beðin að koma til Stykkishólm og á kvennakvöld og segja frá því hvernig að vera í sporum Gunnars Birgissonar. Að minnsta kosti þá tókst okkur að koma þessum málum í gegn sem að voru reynd á síðasta kjörtímabili. Eina sem breyttist, segi ég, í Kópavogi var að Björt Framtíð kom inn í pólitíkina. Gunnar fór að vísu út en þá hefur við náð þverpólitískri sátt í ótrúlega mörgum málum. Við vinnum mikið með minnihlutanum, þau geta verið ömurleg, ég get alveg sagt það og stundum gugnamaður en aldrei hefur það samt gerst út á við og þannig að mér finnst gildi bjartrar framtíðar svona með því að fylgja þeim og ég fer oft bara þegar ég er svona inn í bæjarstjórn og það er verið að hrauna yfir mig þegar ég er svona þetta óþægilega sem að allir verið að losna við vegna þess að við tókum sæti Framsóknar þarna og þá fer ég oft inn á heimasíður og renni svona yfir yfirlýsinguna og yfir gildin og reynir bara svona aðeins að fylla þessu og ná jafnaða geði og vera bara, þú veist, einhvern veginn hvað er þetta, hugrekki, svigrúm, ég fer yfir þetta og ég er alveg ofta að pæla í þessu. En svo hafa menn gert grín að því að Björt Framtíð, það er bara svona öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Og ég nefni að bara leyfum fólki að gera grín af því að við viljum svona, að þetta sumir segja þetta virki ekki, ég heyri það oft í Kópavoginum að ástæðan fyrir því að þið eru ekki með meira fylgi, það er vegna þess að dýrin í skóginum geta ekkert verið vinir í pólitík. Þið þurfið þess. Þið þurfið að heyra ykkur og þið þurfið að vera með skítkast og það bara virka þannig. Þetta fæ ég stundum að heyra.
Og svo er það bara þetta, hvernig komum við til skila að aðferðafræði, gildi og vinnubrögð Bjartar framtíðar þau virka. Það er meiri það er svolítið það sem ég hef verið að tala um í Kópavoginum núna með þverpólitíska sátt með alls konar stefnumótun og ákvarðanir. Herri, já, mér langar fyrst aðeins að bregðast við því sem að Guðlaug sagði og aðrir hafa talað mikla. Bara svo ég skilgreina fyrir sjálfa mig og læti ykkur þá vita því. Það þýðir ekkert sérstakt ef ég læka eða læka ekki status. Það þýðir ekkert sérstakt. Bara svo þið viti það. Og þessi verkur sem þú talar um, nei, það að ég læki ekki eitthvað þýðir ekki eitthvað. Og þessi verkur sem þú talar um, Guðlaug, er ekki verkur sem ég fann í þessari stöðu, bara alls ekki. Ég er bara ekki sammálaðir. Það er nú bara svo einfalt. En mér langar rosalega að biðja fólk með áframhaldið. Mig langar ekkert að fara áfram aftur í kosningar eða ekki stemning fyrir því. Ég nenni ekki hálfkáki. Þá skulle ég bara frekar sitja heima. Mér finnst það hundleiðilegt. Og það er bara, en ég nenni og mig langar, út af því ég hef trúað því, að við getum dundrast áfram í þetta. En þá erum við líka að gera það. En ef það er ekki stemning fyrir því, ef að fólk nennir því ekki eða eitthvað, allt í lagi, en viljið þá láta mig vita og okkur sem skiljiði. Ég best, við skulum ekki fara einhverja sneipu för eða í eitthvað ef að okkur líður ekki vel með það. Það skulum við freka bara vera, kalla þetta gott, skiljiði, en mér finnst það skylda mín og ég vona fleiri sé þannig innanbrjóst að halda áfram með þessa með það galdur sem við eigum og þú veist það er fullt þarna og við þurfum að koma því áfram en við gerum það ekki með hálfum hug, við gerum það með einhverju frá og meira, þú veist, fléttulistar eru bara eitthvað sem eru allir núna. Við erum með flokkarna sem nýr, til dæmis, sem með nákvæmlega sem stefnuskrofið. Það er bara þannig. Og hvernig ætlum við að vera öðru? Þau með þetta nýja element núna. Ég hef sagt, mig langar að fara fram og geta sagt, heyrðu, almannahagsmunir versus sérhagsmunir, það er svo sannarlega hjá okkur, út af því að við ætlum ekki að taka á móti styrkjum. Það vil ég. Við þurfum þess ekki og við eigum ekki að gera það. Hinn flokkurinn, sem er stefnusskráfa við, hann hefur fjársterka aðila á bak við sig. Og við eigum að geta sagt, heyrðu, já, allt gott að blessa sem að þau segja, en komum við í reynd. Svona gerist þetta í reynd, að fólk sé ekki, að koma sínum málum á framfæri í gegnum einhverja leiðir. Við erum bara ennþá í grasinu, sko. Og við þurfum, þetta er önnur tillaga frá mér, að við gerum það. Tíma á mér spúin. Ég má segja að því þú tekur þetta upp, að gestur einhvers staðar. Já, við eigum tilbúna svona rafræna kosningu, einmitt það taka á móti styrkjum frá fyrirtækjum, eða ekki. Þetta hefur komið upp, við gerum það síðast, við ætlum að halda síðast, þið veitir, og gjaldkerinn okkar ekki núna, Sunna, en við tökum það þá bara gjarnan á næsta fundi, svoleiðis, að þá kannski liggur fyrir hvað til, og þegar kosningastjórinn og framkvæmdastjórinn og allir búin að skoða fjárhagsáætlun og svona, að þá getum við kannski tekið saman ákvörðun það bara, eigum við að segja bara nei takk. Mikið síðast. Ég bara ekki með það í hausnum. Já, það var meira frá einstaklingum.
Þetta var ekki, voru þetta 2 milljónir, mér þetta hafi verið 1,2, já, held þetta hafi verið, aðalega voru þetta félög sem voru tengd okkar frambjóðendum, eða, þú veist, þau innsta hringnum, svo man ég að það var, þú veist, Arion banki eða eitthvað sem gaf öllum það sama, þú veist, þetta var eitthvað svoleiðis. Þannig að, það er ekki rosalega mikil fórnarkostnaður að sleppa því, sko. En við bara, ég ætla ekki að hafa áhrif á það, við bara ræðum það seinna. Já, hæ, Óttar, aftur. Takk fyrir góðar umræður. Langaði bara aðeins að segja og kannski stela aðeins því sem að Gummi segir oft af því að hann er fastur niður á þingi, að við þurfum einhvern ferskleik og einhvern galdur. Við vorum 9 krakkarnir og við vorum hress og við trúðum að sjá það gaman hjá okkur þarna þegar við stofnuðum okkur. En það vorum við að stofna okkur og við vorum 9 krakkarnir. Og núna erum við old hat. Við erum fólki sem er ofsalega duglegt í bæjarstjórnunum og inn á þingi og rosalega, það tókst að ná samstöðum eitthvað mál og eitthvað svona. Og það er ógeðslega töff og það er mikill hluti af þessu hjarta sem við ætlum að fara með þarna. En þegar það kemur að kosningum, þá er þetta náttúrulega bara dead boring. Og það er einhvern veginn það sem við þurfum að gera, það sem að Gummi segir, sko, við þurfum að finna leið til að stofna okkur upp á nýtt. Og daginn þá var ég beðinn að tala við stjórnmálafræðinema upp í Versló pólitík og kynna okkur og ég var niður á skrifstofu og ætlaði hvað ég að taka með mér, svona einhverja punkta og ég tók með mér bara bæklinginn frá 2013 og gat farið með hann og sett puttan yfir nokkra andlit og hann stendur, þú veist. Auðvitað þurfum að dýpka okkur í málefnastarfi og við höfum dýpkað okkur bara í kringum vinnuna og þau mál sem hafa verið að koma upp og við í þingflokknum höfum mikið verið að skoða svona áherslumál og dálítið að við höfum til dæmis fundið að umræða framtíð ungs fólks, aðstöðu ungs fólks liggur á mjög mörgum en það er svo sem líka samkeppni að tala það. Við fundum í kringum Panamaskjöli að dálítið sterkt á prinsipum gegn spilling og svona kúkalapahætti að það er líka eitthvað sem að fólk virkilega vill heyra en auðvitað vill að trúa því hafa eitthvað í það, af því að það eru líka margir sem að munu halda því fram. Þannig að mér langaði bara að segja að því að sko ég er fyrrverandi formaður æskulýðsvíkingar Alþýðubandalagsins í Hafnarfirði bara svo að það sé sagt. Og ég held ég hafi eyðilagt það félag vegna þess að það var svo lítil starfsemi. Ég er líka fyrrverandi fyllibitta og vittisingur og en það er ekki þess vegna sem ég er í þessu starfi hérna og ástæðan fyrir því að ég er hérna og ég var fulltrúi Kvenleira og gæti átt heim á lista að ástæðan fyrir því að maður finnur að maður sé að gera eitthvað gagn og ég held að það er það sem er að halda okkur öllum við erum að gera eitthvað gagn og það er eitthvað í húfi og þá eins ósexy það er þá skiptir máli að vera nú sexy til þess að einhver kjósi mann til þess að fá og sko við höfum ýmislegt sem að meiri sé að sko maður er farin að heyra frasa út í bæ hjá öðrum stjórnmálaflokkum ég meina þessi tilkynningum stofnun Viðreisnar var bara svona, já býtu ég var búin að ég sagði og við erum oft að lesa greinar í Kjarnanum með eitthvað, já þetta er nákvæmlega bara það sem við erum alltaf að segja og verðum stundum svolítið pirruð, það er ekkert minnst að því að við höfum fundið upp á því. En við þurfum að finna leið til þess að finna upp á því og einhvern veginn tengjast því sem við raunverulega erum og endurstofna flokkinn. Endurfæðast, kannski sem sama barnið. Já, Róbert aftur hérna. Það sem að ég verð nú að viðurkenna það að ég fór ekkert, ég nefndi ekki að lesa þessu samskipti þarna inn á Facebookinni og ég las bara eitthvað post frá Gullu og mér fannst hann bara vera skoðun og gera neitt vesen úr því sko, mér finnst það ekkert vera neitt. En ég nefndi heldur ekki að vera að lesa eitthvað sko síðan sko, og mér finnst ekki uppbyggilegt að dvelja mikið við þetta. Mér finnst það bara tímasóun. Það sem að mér finnst hins vegar vera uppbyggilegt er að velta fyrir sig hvað réttu ákvarðanir er hægt að taka í stöðunni.
Og það sem að ég hef verið svolítið óánægður með að mér finnst framkvæmdastjórnin ekki hafa nógu svona fast utan það að setja það sem við erum að gera þarna út. Búning og nota peningana sem við eigum til þess að auglýsa það. Og þá ég bara að tala þann fjölda þingmála sem við höfum lagt fram okkar. Þegar það sem við höfum núna og við höfum ekki síðast að við höfum sögu. Við höfum gert alls konar hluti, tekið þátt í alls konar málum, átt frumkvæði alls konar málum, erum í sveita allt höfuðborgarsvæðið og við getum sagt alls konar hluti sem aðrir geta ekki sagt og það sem eru tækifæri líka fyrir okkur eru kjörnir fulltrúar sem hafa aðgang að mikrofón, segja frá bjartri framtíð og við til þess að búa til auglýsingar til þess að koma þessu þarna út og mér finnst við ekki alveg hafa verið að standa okkur nógu vel í því. Við þurfum auðvitað líka að byggja á þeirri reynslu sem hefur orðið til inn í þingflokknum, inn í þessum sveitastjórnum út af því að það alveg góðra gjalda vert að endurnýjun og nýtt fólk en það síðan alveg gullsígildi að vera með fólk sem að gatar ekki, sem er vant því að vera í pontu og er vant því að tala og vant því að svara spurningum og hugsa í pólitík og svo framvegis. Við erum fullt af svoleiðis fólki núna sem við höfðum ekki síðast. Ég var að horfa á hann Brynhildi í ræðustól einhvern veginn í gær, í ræðu sem henni fannst vera alveg ömurleg út af því að hún var svona algjört happinstans en hún fer bara og er algjörlega áreynslulaust að fjalla sína pólitík. Það er ekkert mál. Og ég ætla að bera hana saman við það þegar hún var þarna í kuðung í ræðustólunum þarna í fyrstu vikunum sínum í þinginu og það sem hún sagði þá þetta bara mjög mikil asset fyrir okkar flokk að vera með fólk sem svona samansett. Þannig að sagan okkar, við eigum að vera pakkinni betur saman og við eigum að vera að setja hana þarna út. Það er það fyrsta rétta að mínu mati sem við getum gert núna og við eigum að vera að gera þetta. Áður en að allir byrja að gera þetta. Vegna þess að þá verðum við af svona infói. Við verðum að nota tækifæri núna. Ég búinn að vera að segja þetta síðan í febrúar. Og svo var ég einu sinni líka í Alþýðubandalaginu. Og ég ekki fyrrverandi villsingur. Já, Guðrún Alda heiti ég og mig langar til að ræða baklandið, koma aðeins inn á það sem að Páll kom inn og Eva og gamall að þá ætla ég aðeins að ræða þessa hugmynd sem að enda á því. En með baklandið, mér finnst mjög gott og takk Eva fyrir það sem þú varst að segja. Þú komst í rauninni, það sem þú sagðir var svo mikill sannleikur, allan finnst mér það, þegar þú sagðir að tengslaleysið var mikið, að þú hefði upplifað tengslaleysi, samt þú inn í sveitarstjórnarmálunum og ég sem get sagt innan gæsalappa, því ég ekki inn í sveitarstjórnarmálunum og ekki inn í landsmálunum, og þegar þú ákvast til þess að tengjast að þá færirðu inn í framkvæmdastjórnina, þetta segir okkur svo mikið. Að þurfa að frábær leið og þú gerðir eitthvað í því og ég hugsaði, já, bara taka pláss, eins og Eva var að segja, hún tók bara pláss, en ef maður situr í stjórn, að þá á maður ekki að þurfa að fara í framkvæmdastjórnin til þess að tengjast. Og við komumst ekki all fyrir þar, það bara ekki séns.
Þannig að þetta finnst mér að við verðum að gera stíga því sem eins og Róbert kom inn á að auglýsa og segja það sem er búið á þingi, segjum ekki meira frá því, en það verður að vinna og sko að baklandið sé tengt. Og það er sko, það búið að vera svo mikið vinna á ykkur að hitt hefur gleymst og við gleymum því alltaf, við erum búin að tala oft þetta, en við gleymum því alltaf aftur, við erum að finna einhverja leið og kannski gefum kosningastjórnin inn í það. En mér finnst þetta mjög, við förum ekki og gerum eitthvað flott í kosningum ef við erum með tengslalaust bakland. Það er bara þannig. Og við verðum, það er líka bara þannig. En sko með konur í öllum efstu sætum og að það þurfi eitthvað sexy til þess að vinna. Nei, þú sagði það ekki. Mér finnst þetta svolítið fake. Og þegar konan átti að vera unga þá hugsaði ég, ok, það vantar bara að sé ljósarð ung stúlka sem eigi að vera í fyrstu sætum, skiljum við. Þetta er fake. Við þurfum að finna eitthvað, ég er alveg sammála því, en mér finnst þetta ekki, og þetta er líka svolítið gömul lumma bara. Já, ég heiti Sigrún og ég er líka sko svona viðkvæmur minnihlutahópur hérna í Bjartri framtíð sem er 56 ára hópur hérna og ég skildi nú bara unga kona, það væri ég líka, en allt í lagi. Nei, ég veit að það var eitthvað sem skiptir ekki máli. Varðandi þessa kvennahugmynd, þá finnst mér hún á mörgu leyti falleg og ég er að hugsa hvort við getum ekki haft hana bara svona ekki alveg 100% skilið. Hvort við getum ekki haft þunga, allt í lagi með það, en þurfum ekki vera svona alveg svona pápíski að hafa allstaðar eins í öllum kjördæmum. Mér finnst það einhvern veginn ekki alveg nógu svona frumlegt, skilið. En við getum bara ákveðið að við séum með áherslu á konur. Skilurðu, ég vona að það sé ekki, við séum ekki svo einhvern veginn bókstafleg í prinsippunum. Þetta var það sem ég vildi segja um það og ég hlakka bara að tala áfram þessu hugmyndi. Hún er vonandi þurfum við ekki rosalega snögg eða aðrar hugmyndir. Mér finnst bara gaman að pæla í þessu öllu og við erum bara rétt að byrja. Af því ég hef bara 3 mínútur, þá ætla ég að tala um hérna bara svo annað hér. Ég hlakka mjög mikið til að koma hérna hingað með ykkur brennandi áhuga á Bjartri framtíð, þið myndu ekki vera einn annars, ég giska á það. Og ég held að það sé líka alveg ljóst í hjörtum okkar allra, með að við bara svona hvernig þróunin er svona í hugum almennings, gagnvart okkur, að við erum í björgunarsundi, við erum að tróða marvaða hérna. Og ég man alveg þegar ég var að tróða marvaða í Vesturbæjarlauginni, ég verið svona 8 ára, og maður var bara að komast á bakkann hinum megin. Og þegar maður er í svoleiðis stemningu, þá er maður rosalega fókuseraður, maður veit hvert maður er að fara, maður er líka mjög mikið háður því að þeir sem eru að tróða marvaða við hliðina á manni, treysti manni. Og maður sé ekki mjög mikið svona útúrdúrum. Og þess vegna langar mig að biðja okkur öll hérna inni, og sérstaklega þig Guðlaug, að treysta okkur. Og við treystum hvort öðru. Og treystum þeim sem við höfum kosið til verka. Treystum því. Og ég skráði mig í Sjálfstæðisflokki 1977. Bara alveg að segja það hér og nú. Og maðurinn minn hérna við hliðina á mér líka. Og mamma mín var mjög framarlega í stjórn Hvatar í 40 ár. Ég sko afgreiddi pulsur fyrir kosningar Sjálfstæðisflokksins í áraraðir. Ég bara botni ekki í því að skipti máli. Mér bara alveg skít sama, sko, hver var í hvaða pulsum, skiljiði, og sagði hvað og hvenar. Ég hef örugglega sagt eitthvað sem að passar ekki hér nú, en við erum bara að tala um nútíðina og Bjarta fram mjög mikið til að tróða marvaðan með ykkur hérna og komast að bakkanum og ná kjörfylgi og ná mörgum flottum þingmönnum. Hlakka til. Já, ég heiti Valdi.
og ég vil nú byrja á því að prjóna og ég stóð að því í framkvæmdastjórn og held að það sem batt við hana fund hér í kvöld var að við myndum svolítið ræða fyrir hvað við ætlum að standa. Mér finnst við einhvern veginn ræða en ekki fyrir hvað við ætlum að standa. Það komið mikið veganesti út úr þessum fundi til nefndar hvað ætlum við þá að hafa í fyrsta sæti? Fyrir hvað ætlum við að standa? Hvað ætlum við að fara að gera á næstu kjörtímabili? Við erum einhvern veginn svo upptekin af umbúðum en ekki innihaldi og ég hef margoft lýst í yfir að fara að ræða innihaldið. Eva kom svolítið inn á þetta. Hún talaði af hverju hún fór í bestaflokknum. Það voru þetta fólkinu sem hún upplifði í biðröðinni eftir aðstoð hjá Mæðrastyrksnefnd. Ég stóð í þeirri meiningu þegar að ég tók þátt í að stofna Bjarta framtíð að við varum að stofna frjálslyndan flokk með mikla og sterka áherslu á mannréttindamál. Pláss hér erum í þannig flokki, en við komast á þann punkt að við ræðum akkurat það innihald. Af hverju haldið þið að það sé búið að taka viðreisn? Við vorum þarna fyrir, þeir eru búin að vera hikandi. Af hverju stígar þetta skref á endanum? Það er vegna þess að við erum ekkert að taka okkur pláss sem frjálslyndur flokkur. Við erum bara ekki að tala það fyrir hvað við ætlum að standa og það er kannski vegna þess að við erum ekki einu sinni örugg það sjálf fyrir hvað við stöndum. Og ég held að það sé fyrsta mál. Gera grein fyrir því hvaða erindi höfum við. Það er ekkert erindi að mæta með 6 konur í efstu sætum. Per se leysir það ekkert mál ef það viti ekki einu sinni fyrir hvað er að standa. Ræðum það. Heiti Hörður og hérna ef ég læka á Facebook þá þýðir að mér líkar við eitthvað sem ég er að læka á og ef ég læka ekki þá þýðir að bara það að ég lækaði ekki á það svo það sé á hreinu. Ég kom inn í þennan flokka því að ég hélt hann byggði eitthvað svona á árleið bestaflokksins sem var í Reykjavík. Mér fannst alltaf hérna, ég held að hann væri svona róttækur og auðmjúkur. Mér fannst alltaf mjög fallegt þegar að fólk kom til Jóns Gnarr og kvartaði við hann eða skammaði hann. Hann var bara til að segja, ég skil hvað þú ert að segja og mér finnst þetta ömurlegt og ég biðji afsökunar. Mér fannst það fallegt og hérna og ég held að þetta væri hópurinn og kannski er hann svona sko en í þessu máli sem hefur verið til umræðu á Facebook undanfarið á síðu það minnskosti að framkvæmdastjórnin hefur ekki gert negin mistök og gert allt rétt og hérna verið alveg óskeikul. Fékk 2 ábendingar, tók 1 ráðningarviðtal og reið bestu manneskjuna og þá er það bara þannig eins og Róbert segir, það er afgreiðslan og það stendur ekki til að ræða það neitt meira. Sko, ef við ætlum svo að halda áfram saman, þá erum við að tala við sko, fólk sem er með svona, getur bara alveg valið sér sjálf hvað hlustar á. Það er með sko, svona lítil í eyrunum og maður þarf að hafa ansi mikið fyrir því sko, að þau takið aðeins út til að hlusta á þig og þau eru mjög svona fljóta á því hvort að þú standir fyrir bara einhverja yfirbrjóstsmennsku og skrum sem að ég veit að þessi flokkur og þingmenn hans gera einasta stjórnarfundi að þingmennum var hrósað mjög mikið og það var þakkað og ég vil vera í þessum flokki sem að þú talaðir Eva, mér finnst þetta fallegt það sem þú sagðir en sko ef við ætlum að segja við fólk rétt á meðan hlustar á okkur, hérna, við lúkkum svo vel af því að við erum með konur og við erum alveg æðislega af því að við tökum ekki við styrkjum vegna þess að við erum búin að fá svo mikið af peningum úr almannasjóðunum ykkar. Þá finnst mér það ekkert, sko, mér finnst það ekki standa fyrir eitt eða neitt. Takk.
aðeins upp hérna áðan varðandi, og það er það sem hefur háð okkur ansi lengi, það er tengslaleysi. Og og það er þessi svona, hvað maður að segja, natni og alúð á það sem hver og einn er að gera. Því að stappi, ég var ég með að hugsa það núna í vikunni, djöfull er ég heppin að hafa haft hann Gunnar Axel til að þjálfa mig í að láta hrauna yfir mig. Þetta er bara ljómandi gott. Og misskiljast og allt þetta, maður er bara komið með ógeðslega góðan skrá og ég ætla bara að upplýsa ykkur að í morgun var ég Köllu Dag Oddsson, ég býð bara eftir 3. og þá er þetta bara komið. En ég til dæmis undanfarið hefur verið að fylgjast með málum á Akranesi, varðandi risastórt mál þar fiskilykt. Og þar er framtíð, þar er hönnun, skipulagsmál, atvinnumál, náttúruvernd, mennska byggðin og allt þetta. Og þar er örugglega, hefði ég haldið okkar fólk sé í bullandi klemmu, sitjandi í þeim meirihluta sem þið eru. Og ég fylgist með honum mikið póstað og þú veist, þetta er eldheitt mál. Þarna stendur okkar fólk í einhverju og þú veist, það er 0 nótis innan okkar baklands að segja fylgjast nú með því hvað er að gerast á Akranesi. Og ég fór nú inn á akranes.is og flett upp fundargerð og sé að Vilborg hefur bókað með minnihlutanum og einum úr Sjálfstæðisflokki líka. Ég lagði á mig að tékka þess ákveðið og nú er ég bara að segja það sem ég googlaði, ég veit ekki endilega mikið meira það en þú veist, vantarlega hefur þetta verið, þú veist, sú lausn sem hefur tek hatt minn ofan fyrir henni að kljúfa meirihluta, þú veist, og já, ég veit ekki, var minnihlutin heill í þessu, en allavega, þannig að, nei, það er bæði, þú veist, og þarna höfum við alveg bara, þetta er svona moment sem við höfðum mögulega til að vera að segja svona meðhöndluðum við svona mál. Og þú veist, ég veit eitt hvað margt er það sem að en það er svolítið þetta við alveg rosalega fyrir því, alveg svo börnin þín Eva, að það er bara ekkert verið að pæla í hvað við erum að gera. Og maður gerir það og hefur gert það ítrekka og trekk og allavega. En svona, að því eitt er bara einhvern veginn að taka allt sem gerist og deila því, allt sem við erum að segja, og hitt er einhvern veginn svolítið að vera bara þarna og fylgjast með. Og ég er nú ein af þeim sem er ótrúlega duglega að ýta áfram því sem maður verður var við og sér. En það er svona hlutir sem eru þessi maskin er ekkert að virka. Og svo ætla ég líka að segja það, því að við erum svolítið í dæmisögunum, að ég þekki örugglega söguna ABBA-træpið þar sem að voru alltaf nokkrir fíl út í horni og vildi ekki vera með hinum og voru alltaf pínu erfiðir og voru alltaf að boða heimsendi. Og aðrir ABBA-arnir voru bara mjög hamingsamir og höfðu það fínt og fannst hinir leiðilegir. Það voru ABBA-arnir sem voru leiðilegir teknu burt. Var træpið dáið. Skilvægt að hafa fílu ABBA-na einhvers staðar á grein og þessar sem við höfum alveg fengið skammt af því í Hafnarfirði vorum á tímabili og þú veist, Auður og Sigrún Sól sérstaklega voru alveg bara gríðarlega duglega við að flengja okkur og bera bossan fyrir alls konar. Og innan okkar meirihluta í Hafnarfirði og innan okkar kjarna þar eru líka alveg gríðarlega átak. Það er í raun og veru alltaf þessi rebel sem er einhvern veginn, við getum ekki gert þetta svona, þið verðið að hlusta, sem dregur okkur rétt átt. Því að það er í gangi svolítið svona, hér ætla að vera þeir sem treysta og trúa og við erum að fara að gera þetta. Þannig að við hinn sem eru svona pínlítið að öskra, þú veist, þeir sem eru svolítið að fara, þannig að bara höfum það í huga að einsleitni erum við ekki að tala fyrir fjölbreytni. Ég hef aldrei verið í stjórnmálaflokki með ofnæmi, nema stofnan sjálf, en bara ég hef aldrei stóð fyrir við opn, ég hef aldrei lesið neina auðvitað, ég er algjör græning í þessu, en að það verður bara hver að eiga það við sig ef hann hefur áhyggjur af því að fortíðan sé svona eða hinsegin og einhverju finnist eitthvað það. En ég ætla að ítreka að fara aftur á byrjunarpunktinn áðan. Ég var að tala það, þessa snöggu reaksjón annarra utanfrá. Ég er ekkert með það á skoðun að framsóknarmenn eigi hvergi að vera.
Heyrðu, ég ætlaði bara að vera mjög snögg. Sigrún, ekki? Já, komin. Og ég væri samt að viðurkenna að ég var ein af þeim sem svona brá svolítið og það var framsóknartengingin af því að maður bara brenndur eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Ég sett úr Reykjavík. En ég hef mjög góð tilfinningu fyrir þessu og svona eftir að ég hugsa að ég held að reynslan úr pólitík sé okkur bara mjög til góða, þú veist. Við erum í pólitík eftir allt. Hitt sem langaði að nefna var hugmyndin hennar Bjartar, konur og engir styrkir. Mér finnst bara frábært að fá fram svona hugmyndir. Ég vil ekki, þú veist, dreipa þetta niður strax, fáum bara 20-30 svona hugmyndir og skoðum það bara mjög ferskt að koma fram með hugmyndir og láta verða eitthvað úr hugmyndavinnu, málefnavinnu og í þriðja lagi vildi ég segja, þú veist, að grenja, vilja hætta í flokknum, koma svo aftur, rífast á Facebook, mér finnst það allt mjög hollt og gott, mér finnst það mjög hressandi. Því bara áfram, það er hollt. Á, ég var undan? Já, þið ráðið bara. Ok. Já, ég. Maður býður hérna. Já, einmitt, já. Já, ég heiti Ilmur. Já, ég ætla sko, það er alveg rétt það sem Valdi var að segja, við þurfum svolítið að bara svona move on og stundum eyðum við svolítið miklu tíma í og ég var einmitt í sumarbústað með vinkonum minni, slúðrum bara annað fólk og það var rosa, ég svo hugsaði svona, þetta er þroskamerki. Að vera einhvern veginn hættur í þessari naflaskoðun og fara bara að slúðrum annað fólk. Og svolítið að gera það og við erum auðvitað, þú veist, það er mikið starf fyrir höndum hjá þessari nefnd og við erum svolítið sveitt og við höfum alveg tekist á líka og bara alls konar hluti en við höldum áfram og ég finn líka þegar fólk er svona farið að stökkva frá borði og kemur tilkynningar inn á síðurnar og svona, þá ég eflist við það. Vera svona eins og Titanic sé að sökkva og þetta er svona, ætlar þú vera fyrstur til þess að fara í björgunarbátinn. Þú veist, ætlar ekki að hleypa einhvern veginn bönnunum að. En, já, eða svona, þú veist, ég er ekki alveg tilbúin að gefast upp og einmitt eflist svolítið bara svona, ég ætla að vera hetjan. Hetjan í myndinni. Nei, en já, mér finnst þetta, ég held líka, þetta er bara, höfum bara gaman, þú veist, þetta er gaman, við erum í þessu af því að við vildum hafa áhrif og auðvitað fara allir gegnum svona, þú veist, það er bara þroski líka að fara einmitt inn í naflaskoðuna og allt þetta, en svo kemur aftur að því að það er líka bara gaman að vera barn og maður má ekki gleyma barninu í sér og leiknum og tilgangnum. Það er alveg nógu mikið að leiðindum og reiði og erfiðleikum og við höfum alla burði til þess að vera bara skemmtileg og já, þú veist, því að það er heldur ekkert, þú veist, það er ekkert fyndið nema alvarlegt heldur, skiljið, þú veist, það er alltaf runnin, nú getum við bara að fara að sigla svolítið áfram og Rún sagði. Hvað sagðir þú Sigrún? Já, traust, já. Einmitt. Ég held að það sé líka svolítið lykillinn að þessu. Það er bara að segja svolítið fuck it. Theodóra hérna aftur. Talandi sko liðsheldin og peppið. Ég þó við séum eins og ég var að lýsa áðan, þá erum við alveg bjartsýn í Kópavoginum og alveg í stuði og það er svona alls konar, en ég segi það líka sko þegar að pósturinn hennar Bjartar kom á Facebook og þá alveg hoppaði í hæð mín að ég var svo glöð að sjá svona eitthvað talandi um X-faktor og alveg saman hver hugmyndin var, þú veist, það var svo gott að henda svona peppi einhvern veginn inn og gera bara nóg af því, bara, þú veist, þú finnur síðan út úr því bara hvað er best. Hugmyndir og djarfar og eins og hún hefur nú oft komið með
og þorað að kasta sér út í umræðuna, þá var algjörlega í okkar anda. Þannig að ég var alveg gríðarlega ánægð með það, en svo langar mig að segja því að sko, að hérna, við erum náttúrulega vinkonur, ég vil að segja það, að tala um hagsmunaskráningar og svona og tengingar, en og það er vitna því að ég vissi ekki að það hérna, að það væri búið að kalla hana til seinna, og það sem ég var að spurð hana, hvernig hún væri, ég sagði náttúrulega að þetta er brjálu kona, ég hérna, hún fekk örugglega vegna þess að ég bara þóriði í alvörunni. Nei, veistu það, þú veist, þeir vitið ekki, það veit enginn inni, hvers konar orku þessi kona hefur. Og hérna kynntist henni í lögfræðinni, það sem að, og ég veit ekki hvort við séum búin að segja þessu sögu hér, við erum búin að segja hann allsstaðar sem við erum, það sem að þegar við byrjuðum saman, sko, vorum fyrsta daginn í hérna lögfræðinni þar sem hún Svala var að peppa krakkana upp með einhver svona amerísku peppi upp á sviði, þú veist, og þá stóðu við tvær í sitt hvort svona dyragætni, báðar hérna, þú veist. Okkur líst ekki á þetta og ég horfði á hana, mér líst ekki heldur á hana og hún horfði á mig og ég búin að segja við hana, leðið ég sá hana, mér líka á hana, þú veist, þetta var allt krakkar og svo hún, þú veist, svona hana. En hérna, svo náttúrulega... Það er líka, ég ætla aldrei að kynnast. Ég ætla aldrei að kynnast, já. En síðan, sko, hérna, smullum við saman bara strax í fyrsta tímanum og ég get sagt ykkur það þegar við fórum í fyrsta hérna, heimaverkefnið, heima hjá henni. Sko, hún bjóði í Skeiðholtinu, við vorum í Valhöll, hérna, sjálfstæðisheimili, hérna, út í glugga og hún teiknaði upp á rúðunni hjá sér verkefnið og lausnir og tók þetta bara hérna þvílíkum massa og ég lærði í þessi 3 ár sem við vorum hvað mest saman alveg ótrúlega mikið af henni og krafturinn og hvað hún vinnur hratt og hérna, ég var hérna, ég bæði svona pínu svona hrædd en ofsalega glöð að hafa þessa ótemju hérna með okkur. Við þurfum bara hérna að setja verkefnin í hendurnar á þessum komum ekki alveg undir það, frábært sem að hérna við þurfum að koma á, við þurfum að vera öll miklu duglegir að deila á Facebook, ég tek undir það með Páli og hérna kommentera og hérna og jafnvel líka þingflokkurinn kommentir inn í sveitarstjórn og það sem við erum að gera, deila af Facebook síðum Kópavogi og Hafnarfirði og bara taka þetta svolítið bara, þú veist, núna reyna að hérna að vinna þetta svona sameiginlega og hérna nýta krafta okkar. Það eru óbyrjandi kraftar hérna í Bjartri framtíð. Bara ég er svo rosalega ánægður, þetta er Páll Valurinn, yfir því að ég hefði rangt fyrir mér. Bara æðislega gott að sé allt svo gott hérna. Ég fyrirgefið að ég misskildi þetta svona. Þetta er bara mín upplifun, sko. Að mér eitthvað fundið stað hjá Bjartri framtíð og hefði mátt vera kannski meiri gleði, ég veit ekki. Kannski þarf ég bara að skoða mig, sko. Því að ég hef reynt það í gegnum hérna, mína fyllir í sögu og óvirkni í alkohólisma að hérna, þegar fíflónum fjölgaði kringum hann, þá er komið tími til að skoða sjálfan sig. Og þá kemst maður rosalega ofta að maður er sjálfur aðal fíflið. Og kannski ég bara aðal fíflið, en mér hefur samt fundist að við hefðum mátt vera meira einhvern veginn glöð. En kannski það bara vegna þess að ég hef búin að standa dálítið mikið einn, alveg frá því ég byrjaði að gefa mig fram fyrir Bjarta framtíð í kosningabaráttunni síðast í Suðurkjördæmi. Þá var ég dálítið á jarisnum mínum, á fundum út og söður. Ég held ég sé búin að keyra 120.000 kílómetra sem ég var þingmaður í Suðurkjördæmi og búin að fara á fleiri 100 fundi, ógeðslega leiðilega, en samt hefur þetta gefið mann alveg gríðarlega mikið, en ég hef trú á Bjartri framtíð. Núna, ekki strax að fara að gera eitthvað og koma því á framfæri hvað við höfum verið að gera, því að þó að sé kannski fucking dead boring að samþykkja, þá er það mikið að vinna vinnun okkar og við erum að reyna að smita út því sem stendur á yfirlýsingunni, að starfa saman og sýna hlýju og að við erum yndisleg. Það er það sem við erum. Ég hef aldrei talað áður.
Borghildur heiti ég held ég hafi verið í stjórn fyrst, en ég það ekki núna. Fyrirgefðu nefnilega, ég og Pétur þurfum að fara aftur. Ég sem sagt, geri það að vana mínum heim í Hafnarfirði, ég skreppa fund, þannig ég segi ég þarf að fara út með ruslið. Og svo kem ég aftur klukkutíma seinna, það svona cirka svo leið sem ég laugum mig hingað í kvöld. En ég ætla að segja það, ég varabeygjafulltrúi Hafnarfirði, svo það segja, svo við nú hreppapólitíkina hreinu eina, í hjarta mínu svolítið sammála því sem Agnea sagði áðan. Ég líka alveg einn þar sem að ég hrópaði og mér fannst þetta bara glatað og ég skildi ekki þessa ákvörðunartöku. Vegna þess að ég upplifi svo ofboðslega mikið rof í gangi í dag og ég veit ekki, verandi í þessu meirihlutasamstarfi með Sjálfstæðisflokknum sem fyrst var sjálfsagt að geyma alla peningana í Panama-skjölum og ef maður ætti peninga þá má bara geyma það þar og verandi í því samstarfi og vera að sitja við sama borð og þurfa að segja, jæja, hvernig ætlum við síðan að byggja framtíðina áfram? Þannig fyrir mér var þetta bara svona svolítið áfall, ég skal bara viðurkenna það. En eins og ég hef samt, og ég tek undir eins og Björt sagði áfram, við erum hérna og ég vil þetta og ég trúi á þetta. En ég ætla ekki samt að, þegar við séum núna fyrir áfram, það verið að aflífa okkur á hverjum degi, hvort sem það í skoðanakönnunum eða bara, almennt út á götu, já, og ég farin að segja stundum sjálf, og ég veit það ljótt, en ég segi, já, ég tilheyri grárri framtíð, við erum bara svona komum til að fara. Ég hef alveg átt til að segja þetta, vegna þess að ég svona svolítið að afsaka það að við munum þurrkast út. Ég hef sagt þetta og orð skipta máli og ég hrædd við þessa tilhugsun, sem áður, en ræða hérna, hvar innihaldið okkar, hvar erum við, hvernig förum við áfram. Og ég líka, ég held ég hef ekki tilheyrt stjórnmálaflokki, en ég held ég hef fæðst inn í kvennalistaflokkinn, allir kennararnir mínir voru í kvennalistaflokknum gamla, þannig ég var alveg, já, ok, en síðan samt, hvað? Þannig þetta var bara áreiti og ég virðingavert, ég hef ekki kannski heldur verið að koma með neina góðar hugmyndir, en ég vil bara segja, ég vil fá að, tilheyra þessu flokki áfram, þessum hópi. Ég veit ekki hvort við séum í björgunarleiðangri eða hvað, en bara núna. Já, ég ætla bara örstutt, af því að það var 3 atriði sem ég glemdi. Af því að sem Róbert kom inn á að senda, ég held til dæmis að þessi yfirlýsing eigi bara að fara inn á öll heimili, af því að það alveg burtséð frá því hvaða hópur verður í framlínunni, að það þetta sem við stöndum fyrir. Og ég held að það sé bara mjög gott að búa til jarðveg fyrst og senda bara frá okkur og jafnvel með því sem að Róbert var að tala um eða það sem hefur þegar áunnist. En síðan var annað, já, Steve Jobs kom víst inn í Apple nýþrótt og hann tók 100 vörutegundir niður í 3 og það það sem við þurfum að gera. Við þurfum að taka 100 niður í 3, við þurfum að ákveða hvað á að standa á flagginu og hvað á að vera þarna í brúnni, í skipinu, sem samt ekki Titanic að því að það sökk. En þriðja, af því að ég fór ekki inn í þessa, ég skal alveg ekki, ég fór ekki inn í Facebook af því að ég svo, nefndi ekki. Og, en var ekki bara málið, snýst ekki hvort að Helga Sigrún sé virkjanasinni. Og ertu virkjanasinni? Nei. Ok. Ok, þá við Unnsteinn erum sem sagt með nýju heimasíðuna þarna og hún endar í svona bakgrunnsformið þannig að ekki fara inn á síðuna því að þið vilja. Og annað, það sem Brynhildur sagði áðan að ég langaði að virkja stjórnina í svona meiri ákvarðanatöku eitthvað hefur verið tekið fyrir á framkvæmdastjórnarfundi og ég hef talað þetta mjög lengi og þannig að ég stakk upp á því að við myndum einmitt kjósa til dæmis hvort að flokkurinn vill taka á móti fjárframlögum frá fyrirtækjum og líka hvort við viljum hafa bókstafinn A eða Æ, það eru víst skipta skoðunar á því innan flokksins. Þannig að þetta alltaf einhverjar 2 rafrænar kosningar sem við erum búin að gera alveg tilbúin núna, en við erum ætlum bara að segja ykkur frá því núna og það fullt af fólki í stjórninni sem ekki mætt inn í kvöld, þannig að við vildum ekki hafa kannski kosningu akkurat núna, en bara kynna þessar kosningar inn á stjórnargrúpinu og senda e-mail þegar nær dregur. Þannig að þið vitið allavega því. Og já, vilt þú ekki bara slúta Brynhildur eða Óttar eða?
það er sem sagt, við þurfum að fara í atkvæðagreiðslur og mér langaði bara fyrir mína hönd að þakka okkur svo mikið fyrir þetta samtal og ég vil líka þakka fyrir gagnrýnina. Ég vil óska þér, Helga Sigrún, velkomin í hópinn og vonandi að þú komið með eitthvað að takast á við þetta sem við erum með tilfinninguna, þetta tengslaleysi og þennan stað til að hittast á líka. Og við erum með plan, held ég, að halda stjórnarfundi á 2 mánaða fresti. 2 mánaða fresti fram að kosningum. Þannig að við þurfum að finna rytma til þess að gera hlutina hraðar. Og ég held, Valdi, það er fullt sem við stöndum fyrir, en við þurfum að tína út úr því og ég held við þurfum ekki að finna upp hjólið, við þurfum bara svona að setja það aftur undir bílinn. Ég ætla ekki að segja neitt annað, bara það væri ekki leiðinlegt tilfinning fyrir mig sko, ef það væri hægt að klára hana fund og hafa eitthvað skipulagt framhald. Eitthvað skipulagt framhald annan fund, annan hitting, annað eitthvað. En Einar K. Guðfinnsson sem er frelsaður samvinnu sinni núna eftir samvistir með þingi í nokkur ár, að hann kallar. Þannig að takk fyrir mig aftur og sjáumst. Það bara slítum við fundi, en það er akkurat málið. Við erum núna komið félagsmiðstöð og það er bæði hægt að hafa frumkvæði að halda fundi eða þá komið hugmyndar fundum við og er konsensus yfir því að hittast oftar? Já? Ok, frábært. Já. Segja eitt, bara í lokin. Mér finnst miklu betri staða að vera vanmetinn flokkur heldur en ofmetinn og ég held að við séum það bil vanmetnasti flokkur á svæðinu. Þannig að hlakka til. Já, byrju að Helga Sigrún. Miðvikudagsfundin hingað. Ég skal koma með bjór. Ok, það fyrir. Sjá, bye.